ég fekk að mér langar til þess að svona næstu vikum að fá hingað að vísindamenn. Mér finnst að geti breikkað umræðunar hérna við Rauðaborðið. Að sumuleyti finnst manni eins og að það sé ekki verið að gera alls konar uppgötvanir sem að kannski síast ekki inn í almennar umræður og við getum reynt að hérna veiða einhverjar inn í umræðuna hérna við Rauðaborðið. En svo þetta óendanlega áhugavert starf sem að verið að sinna í svona grunnrannsóknum og ýmsum rannsóknum í háskólanum og víðar sem er gaman að kynnast. Og til að ríða á vaðið hef ég fengið hingað Árna Kristjánsson sem er prófessor í sálfræði við Háskóla Íslands. Tilefnið það að þú varst að birta grein með félaga þínum í virtu vísindariti rúm og tíma háðar hugarvenjur og ég las þetta og ég hugsaði hvað í fjaldanum nú það og það langaði mig til þess að fá að vita. Já, sko, fyrsta lagi, sko, þetta er náttúrulega svo mikið unnið á ensku, sko, að við vorum að vinna með hugtakið Spatial Temporal Routines og þetta er það sem þetta heitir í þessari grein sem birtist þetta í Nature Reviews Psychology. Þannig það er ekki bara þrautin og þér að reyna að láta mig skilja þetta, heldur þarf það að þýða þetta allt saman í höfðinu á þér yfir á íslensku svo ég geti skiljið það. Já, og bara þannig að fólk fái sitt kredit þá, Jón Örn Guðbjartsson, sem er að vinna í kynningamálum fyrir Háskóla Íslands, sko, hann kom með þessa tillögu ef við mann þetta rétt og þýðinguna og hún er bara fín og virkar vel. En sem sagt, það sem að, sko, ég myndi kannski vilja byrja á að segja, sko, er það að við þurfum að átta okkur á því að þegar við skynjum heiminn, þá erum við ekki bara að skynja það sem er hérna núna. Við erum að skynja heiminn, sem sagt, heimurinn sem við búum til í hausnum á okkur. Hann er sem sagt samsafna því sem er nýbúið að gerast því svona skyn upplýsingum sem er að koma inn núna og jafnframt því sem við erum að spá fyrir að muni gerast. Heilin er alltaf að búa til einhverja forspá hvað muni gerast vegna þess að það er náttúrulega það er eitthvað sem er gagnlegt. Þannig að það er voðalega erfitt að benda á það í skynjun hvenær er núna. Hvenær er akkurat núna vegna þess að það er augnablik sem við eigum að dvelja í Já, og það má ræða það hvernig hvort núvitundin sé geti þess að vera erfið en ég ætlum ekki að fara út í það held ég núna við erum rætt eftir ef við viljum en sem sagt, þetta er sko heimurinn heilinn, hann sem sagt býr til skynjun okkar á veruleikanum og það sem að ég sé fyrir fram að mig og það sem þú fyrir fram að þig, það er eitthvað sem heilinn okkar heilandur okkar búa til. Maður getur hugsað sér síðan aðrar lífverur. Maður getur hugsað sér köttinn sinn, til dæmis. Hann býr til einhverja mynd af sínu umhverfi. Hans skynjun er allt öðruvísi. Hann sér, hann er mjög birtunæmur, en hann sér ógreinilega. Svo náttúrulega þefskynið, svo gríðarlega mikilvægt fyrir ketti, þeir heyra vel, þannig að sko, ég veit ekkert hvernig sko, sem sagt, vitund kattar heiminn er. Hún er örugglega miklu meira lituð af til dæmis þefskyni. Til dæmis kettir og hundar, þeir geta sem sagt, vitað hvaðan lyktin kemur. Við finnum bara lykt. Við höldum hún sé frá einhverju þarna, en við vitum það ekki. En þeir vita, þeir geta staðsett lykt. Þannig þeir eru, sko, þeirra hugarheimur er allt annar. Þetta er eitthvað sem við þurfum að átta okkur á fyrst. Að heilinn er stærsta skynfærið. Og þegar að skynfærið, en er hann ekki bara að safna upplýsingum úr skynfærunum? Jú, en síðan setur hann saman. Þannig að það má orða... Og býr til mynd úr því. Já, og heilinn er alltaf svona... nákvæmlega tiltekið ekki skynfæri en hann sem sagt er í raun það skynfæri sem býr til þann heim sem er skynjum sem sagt. Nú og það sem við erum að reyna að halda fram með þessum tíma og rúm tengdu sem sagt hugarvenjum það er að sko þetta hefur allt áhrif á það sem við erum að skynja núna og þess vegna erum við að halda því fram að við
þegar við séum að skynja þá sé hægt að hugsa þannig að það komi sem sagt upplýsingar inn en það séu settar í samhengi við það sem áður var að gerast bara rétt á þann bara það að ég bara rétt á þann, ekki eitthvað sem gert fyrir lengu líka já, það hefur líka mikil áhrif að þú veist að við svona lærum smá saman á umhverfi okkar sko. Þú ert kannski gjarnan inn í þessu herbergi. Þú lærir smá saman á það hvernig þetta herbergi er. Þetta herbergi er nýtt fyrir mér akkurat núna og eftir sem mun læra á það eftir sem verður hérna lengur. Það eru margar rannsóknir sem sýna það sko að við lærum sem sagt á umhverfið. Gott dæmi þetta er við sem sagt mér finnst þetta gott dæmi því ég hef þetta er oft komið fyrir mig að það stendur á brú fyrir ofan svona rólegt vatnsfall og bara lítinn læk eða eitthvað og það segir einhver við mann sjáu það er allt fullt af fiskum þarna og maður sér það ekki en síðan sem sagt sér maður einn og svo allt í einu sér maður alveg fullt af þeim þetta er sem sagt þetta er dæmið það að við lærum á umhverfið. En ef skynjunin kemur, og af því að þú ert kannski ekki vanur þessum læk eða kannski ert ekki fiskimaður, að þá horfur á þetta þá tekur, veit heilin ekki hvað hann á að gera við þessa skynjun. Leiður það sagt að sé fiskur og þú verður að leita á honum, að þá allt í einu tekur hann þetta og setur þetta upp í svona rétta hillu eða réttan stað. Er það þannig? Já, það má alveg segja það sko. En áður en að veit þetta, að þá bara flýtur þetta framjá. Já, og þetta er bara eitthvað sem að við lærum að sjá og þetta er náttúrulega eitthvað sem að sko það er náttúrulega verið sagt um íslenska sauðfjárbændur að þeir þekki allar sína kindur svo framvegis. Það er náttúrulega fyrir mörgum flestum þeirra sem hafa lítið verið á sveitabæjum þá eru kindurnar allar voðalega líkar. Þetta er bara eitthvað memi. Já, neymitt. Þannig að þetta er eitthvað sem við lærum sko og sem sagt það sem að við erum þú nefndir herbyggið svo ég vonandi því ekki að draga þig frá aðriðinu þú hefur ekki komið í þetta herbyggið áður ég hef sittið löngu stundum stundum er það þannig að þú sérð eitthvað í herbygginu sem að ég sé ekki Þetta þú getur séð eitthvað óreiðu sem að ég hef eitthvað bara lært að lifa með og setja mig við tengist þetta eitthvað Já, ég held að þetta sé sko, við höfum gert rannsóknir því sko, hvernig við lærum að skynja umhverfi okkar. Við birtum tiltekin áreiti af einhverju tegund sem eru einhverjum sérstökum tiltekinum litum, birtum þetta bara í tiltekin tíma, biðum fólk að leita að einhverjum ákveðnum hlut innan þau og smám saman byrja fólk að læra á umhverfi og verður miklu betra í því að skynja þetta umhverfi. Þetta er ákveðið svona litarsamhengi, þetta er rauða herbergið. Þú eru örugglega alveg vonlaus í bláa herberginu, sko. Ég veit ekki. Það er spurningin. En nei, ég segi svona. Það er bara skirtu, ég myndi falla í bakgrunn. Já, líklega. Já. En þannig að við höfum gert rannsóknir sem sýna það, sko, og síðan ef þú skiptir, sko, segjum að litirnir sem þú ert að leita áreitinu innanum séu allir svona í rauðleitum blæ einhverjum, þá síðan skiptum við yfir í að leita sama áreitinu innan bláleita í bláleitum umhverfi, þá það tekur það miklu lengri tíma. Og þetta er svona sko heilin okkar, hann hjálpar okkur við það að halda okkur við það sem við þurfum að vinna við. Þú þarft að vinna hérna í þessu herbyggi, tölvöld mikið, það er okkur verið að kunna þekka það vel. Auðvitað ef því er auðvitað getur það litið þess að þú missir af einhverjum hlutum eins og varst að tala áðan, það er annað mál. En það er kannski eitthvað sem skiptir þeim sem miklu öllu máli í vinnunni þinni. En ég nefni oft dæmi sko hvað athygli okkar, sjónræn athygli, hún skiptir mjög miklu máli um það hvað við sjáum. Við getum mistað alveg ótrúlega stórum hlutum sem að miklum breytingum sem verða. Það er til frægur tilraun þar sem að fólk misti af górilu sem gekk fyrir framan myndavél. Það var margir heyrt þessa rannsókn og bara vegna þess að það var fylgjast með liði sem var í hvítum
sem var kennd með tím bolta. Þannig að það liti hjá sér allt sem var svart. Og samanskapið sko þá ef við erum alltaf að leita að einhverju sem er rautt. Leitum að rauðu áreiti alltaf þá beinir athyglin okkar sjónum okkar að þessu rauða atriði fljótt og vel. Setjum svo þú farum með barnið þitt á leikvöll og þú ert þar að spjalla við aðra foreldra en leið ert alltaf þú ert alltaf svona vilt vita hvar barnið þitt er. Allavega svona. Ég var í barnaafmæli með mikið af foreldrum. Þau voru akkurat svona. Þau voru að eiga samtal við fullorðna fólkið. En þurftu alltaf að vera að fylgjast með stráknum í rauðu peysunni. Rauðu peysunni, nákvæmlega. Þetta var í gær. Já, einmitt. Þarna er sem sagt og sko við vitum alveg sko barnið okkar er klætt í rauða peysu og og það er að hlaupa einhvern leikvöll eða eitthvað og en sko athyglin okkar getur beint sem sagt okkur mjög fljótt og vel bara þú veist bara augnablik og bara hvar er barnið mitt þú veist þá er athyglin okkar fljóta bein okkur að því rauða. Það kannski kann stoppa einhverju öðru barni í rauðu en þá gerst að því að en getur sem sagt greint þetta og það er rannsóknir heilastari sem sýna það að það verður ákveðin svona virknisaukning á svæðum sem eru næm fyrir tilteknum litum eða fyrir litum þegar að svona, þetta sem þú kallað ívingar áhrif vegna þess að við erum svona, þetta er svona íft upp, það er að segja að við erum þessi táknun okkar á þessu barni okkar sko, hún er svona ífð upp og þau vekja sem sagt áhrif í heila sem að samsvara þessu, að það er sem sagt, við erum næmari. En þarna er þetta að tala heila sem að stilli sig inn á þetta. Já, því að barnið mitt er í rauðu, þá er ég... Já, fer svo rauðu úlpunni og er í grænni peysu innanundir, þá náttúrulega verður að skipta. Ég er að segja sem er ekki í sambandi við augun, heldur við sambandi við eyrun, að konur vakna frekar við barnsgrátt, eða mæður, heldur við feður, af því það er frekar hlutverk þeirra, það er náttúrulega ekki að fá brjóst og annað slíkt. En þetta er það er eiginlega ómúlegt fyrir móðurinn að vaka það af sér, sofa það af sér, á meðan að ég man ekki hvað það var. Það voru 80% feðranna bara sváfu. Já, ég hef heyrt þetta líka. Ég hef ekki, þess vegna hef ég ekki kynnt mér til hlítar. Ég tel þetta ekki ósennilegt, enda á ég 2 börn sjálfur og kona mín segir að ég hafi nú gjarnan sofið þegar hún vaknaði. Þannig er dæmi svona það sem út búin að stilla inn á þetta kemur mér við eða þetta kemur mér ekki við. Já, eða sko þetta er bara ekki jafn mikilvægt svo segja. Þetta átti ekki að hljóma sko svona Nei, ég veit. Þetta er sama ef maður er bara eitthvað stattur eitthvað staðar og það er eitthvað háaði og kannski vanur honum og þá lætur hann bara fljóta. Þú getur, ef þú ert sjómar, þá getur þú sofið við hliðina á vélarrúminu. Já. En kannski fyrstu nóttinni áttum bara mjög erfitt með það sko. Já. En þú þarft að stilla heilan inn á það, hvað kemur við, hverju er að leita í svona eins og fordýri skynjunarinnar að því að líklega hleypir maður mest framjá sér að því að kemur maður ekki við annars kæmist ekki í vinnun, annars var ég bara gáttaður að horfa á allt. Já, þú náttúrulega getur ekki verið að ná þínu 6 tímum hérna á sjónum sko, eða hvað nú er og þá verður að geta leitað til hjá þér og þetta er ég þekki þetta bara mjög vel sko og Svo fyrir eftir í hvað maður er, stundum er maður glaður og lifandi og þá heyrir maður í fuglinum hann og sér hann og stundum er maður daufur og þungur og sér ekki neitt. Já, einmitt og ég held að sko, því að sko þessar hugarvenjur sem við vorum að tala um áðan sko, þær eru þær gera það verkum að sagt, við skynjum heiminn á ákveðin hátt og hann er öðruvísi heldur en aðra lífverur skulum segja. Ég held að það sé mjög mikil samsvörun á milli þess hvernig menn sjá heiminn. Kannski gerist eitthvað á laugardaginn, ég veit ekki hvað það var, en það var að nota það líka milli hluta. En síðan sko það áttu við að það er samsvörun á milli hvernig við skiljum heiminn. Ég var búin að grínast með úrslit kosningana. Já, menn túlkuðu það líka mjög ólíkt.
Sumir uppvæður og fannst úrslitin vera endaleg sönnunum að allir eru sammála mér. Já, einmitt. Já. Og það en sko þá erum við náttúrulega komin svolítið út fyrir sko mína vísindagrein. En þú ert ekki að nála skynjuninni, þess að þú ert að rannsaka. Já, sko ég skynjunarvísindamaður fyrst og fremst, sko. Skynjunarvísindamaður og sem sagt taugavísindamaður. Ég myndi ekki vera skilgjarnir mengstar þar á svona á skilunum þar á milli. En af hverju finnst þið það að vera svona interessant að hvað heilin gerir við skynjunina eiginlega bara í augnablikinu? Þú ert mest að tala um það. Já, sko hvað er það sem hefur áhrif á okkur augnablikinu? En það er bara, ég held að það sé bara ekkert í skynjun, þá sé bara ekkert þetta að tala um eitthvað sem er bara núna. Af því það er ekkert sem er án áhrifa frá því sem gerist áðan. Því sem gerist, því sem við erum að spá fyrir það er mjög margt sem bendir til þess að við séum alltaf að spá fyrir hvað muni gerast. Og þá notum við sem sagt upplýsingar, þú býst við því hvað gerist hérna inni, þú átt ekki vona því að það gerist neitt sérstaklega að fari að sem sagt veggirnir hérna í kring þessi rauðu veggir fari að breytum lit eða var að sveiflast eða eitthvað og þú bara, það er þíns forspá. Þannig ég er eiginlega búin að teikna herbergið í huganum áður ég ekki sett inn í það og kannski hefur herbergið í núinu er bara brot af skynjunni. Því að langstæstu veitir þetta fyrirfram orðin skynjun. Já, og þú þarf þá ekki að eyða dýrmætri heila starfsemi í að skilja þetta, sem sagt. En sko... Má ég aðeins skjótinn? Já. Ef að ég væri að horfa á sólarlag, segjum það. Já. Ertu þá að segja það að ég sjái þetta sólarlag bara litlu leyti? Að langstæðstu leyti er ég að horfa á allt það sem er í mínum huga sem ég hef hlaðið á merkingu sólarlagsins og fyrirfram ákveðinu fegur þess. Það hefur áhrif á það. Ég myndi ekki orða þannig að þú sjáir það bara litlu leyti eins og þeir í rauninni. Það er alls ekki, sko. Heldur bara fyrir reynsla þín. Fyrir reynsla jafnvel fyrir reynsla forfeðraðina. Hvort sem þeir eru afarðinur og ömmur eða bara einhver allt annað tegundir homo habilis eða einhverjir sameiginlegir forfeður sjimpansa og okkar sko. Já, og allar þessar bíómyndir og allar þessi texti sem að maður hefur dælt í sig sem að leggja einhverja merkingu inn í þetta. Já, bara öll þín reynsla og en síðan er það þessi forspá sem sagt. Og þegar við hefum fallist á þessa hugmynd að sem ég veit ekki hvort að fólk er að gera en ég held henni alltaf fram að heimurinn okkar sé tilbúningur heilans þá er voðalega stutt skref að hugsa önnur aðra lífverur skynja heiminn öðruvísi, ég nefndi köttin á hann hvernig skynjar maurinn heiminn það veit ég ekki, ég hef eiginlega enga innsýn í það, örugglega minni innsýn í það heldur en hvernig köttin skynjar heiminn. En við opnum þá á þessa hugmynd að mismunandi lífverur skynji heiminn á mismunandi hátt. En þá opnum við líka á það hugmynd að mismunandi manneskjur skynji heiminn á mismunandi hátt. Og ég hef svona verið að gæla þetta hugmynd og þetta er ekki, ég tek það ég er ekki svo eini sem að hef hugsað á hann hátt. En mér finnst þetta að vera athyglisverð hugmynd að margir þeirra sem þjást af sem sagt einhverjum sjúkdómum geðsjúkdómum, að þeir séu að skynja þetta á aðeins annan hátt en við. Forspáin þeirra, hún er aðeins öðruvísi heldur en okkar. Þeir skynja hlutina, þeir sem eru þá er kannski sérstaklega víst þeirra sem eru í geðrofi. Þeir sem sagt sjá hlutina aðeins öðruvísi heldur en við. Þeir sjá það kannski eins þeir bara túlkað öðruvísi. Já, það er bara einmitt. Það að sjá er túlkun og og svo þetta er allt saman samhangandi. Getur túlkað þessi það er bara hvernig þú ert svo fastur á því eða ákveðin í því að heimurinn sé eiginlega tilbúningur höfðsins ekki tilbúningur en hann er bara til þar að þú eiginlega gerir ekki greinamun á því að sjá og að hugsa eða meta. Ég held að þetta sé einn og saman hlutur við erum bara með heila sem er að sjá þetta fyrir okkur. Þannig þú ert ekki á því að við horfum á sömu flöskuna en skynjum hann öðruvísi? Við getum alveg gert það.
Við getum alveg verið ósammála manna. Oftast, en sko málið er að oftast eru við sem mannkyn sammála hlutina, sko, langa oftast. En þú gætir sagt að það er eiginlega tilgangslaust fyrir okkur að velta okkur fyrir því hver flaskan er raunverulega, heldur ættum við bara að ræða skynjun okkar. Já, sko, kannski máli orða það þannig, en sko þetta er gamalt vandamáli bara í heimspeki, sko, þekkingafræði. Það er að segja, sko, við vitum báðir að þetta er rautt herbergi, en er þessi rauði litur, er hann eins fyrir okkur báðum? Við vitum það ekki. Getum við ekki komist að því? Sko... Ertu að reyna að komast að því? Nei, ég er ekki að reyna að komast að því. En ef ég myndi finna leið til þess að komast að því, þá myndi ég örugglega reyna það. En þetta er bara eitthvað sem og nú veit ég ekki íslenska orðið, en það er ekki talað um það sem kallað qualia, sem sagt. En sem sagt, við höfum ekki innsýn inn í það hvernig sem sagt, maður í geðrofi sem kemur inn á spítala hvernig hann skynjar heiminn og honum er sagt, já þú ert að skynja þetta bara, þetta er ekki svona en hann skynjar þetta svo sterkt að skynjunin er bara, þetta er bara hans heili, sko hann hefur ekkert engan annan ráðfæra sig við sem hann treystir. Stundum er þetta mesti sannleikur sem viðkomandi hefur upplifað. Ég hef aldrei upplifað að jaft ríkt að heimurinn sé svona heldur en akkurat núna þegar ég er í Manju. Og svo kemur þú og segir að heimurinn sé ekki svona. En það held ég að Manju-sjúklingarnir trú ekki þeim sem að segja þetta. Þeir eru bara að bíða eftir að þú hættir þessu röfni. Sumið þeirra hafa lært að það sé best að hlusta á læknin, segja já. Og það er alveg sama hvað læknir segir, það vinnur ekki þessa upplifun sem ég hafði. Já, en þetta getur líka sko valdið því að þú gætir fengið sem sagt sko einhvers konar ranghugmyndir það að það er allir á móti þér, það er allir að vinna gegn þér. Læknirinn er í liði með þeim. Hjúkrunarfólki er í liði með lækninum, allir eru á móti þér. Þeir vilja ekki að þú getur útskýrt fyrir heiminum að svona sé þetta í rauninni. Og þess vegna hef ég oft sko spurt sjálf mig að því og ég hef reyndar sett á blað líka hvort að sko þessar skynjunartruflanir það er oft talað þær sko sérstaklega í geðklofa þá talað þær sem sko þessi einkenni á geðklofa þessi pósitífu einkenni geðklofa stundum hefur við velt fyrir mér sko hvort að þau sé ekki einkenni geðklofans heldur séu þau kannski sjúkdómurinn. Við tökum svona einfalt dæmi að geðklofa við erum að horfa á fréttirnar og ég upplifið að fréttaþulur sé ávarpa mig. Já. Sem getur gerst hjá geðklofum. Já. Það er sjúkdómurinn, þessi skynjun mín, en það er ekki þannig að þessi skynjun er afleiðing af einhverjum rugli í heilanum á mér. Sko hún getur verið sko rugl í boðefnum miðað við einhvern annan sem er við hliðina á þér og telur ekki að fréttaþulurinn sé að tala við þig, skilur. Já, þannig að það getur verið rugl í boðefnum en hins vegar held ég að þetta geti sko, þetta allavega í sumum tilfellum sko, ég er alls ekki að það er mjög mikið að taka fram sko, að þetta eru svona tilgátur, þetta eru pælingar skilur, frekar en einhverjar kenningar geðsjúkdóma eitthvað svoleiðis og ekki en sko það sem að maður svona horfir stundum þegar maður horfir á sko hvernig staðan er í málefnum geðsjúkra, sko, það orðið voru litla framfæri til dæmis í lyfjagjöf. Litlar framfæri í lyfjagjöf, svo ég viti til. Það getur einhver leiðrétt með það, en ég veit það sko að mörgulegt eru lyfin sem er verið að gefa núna við til dæmis geðklofa. Því er ekkert vola frábreyðin lyfin sem voru gefin bara hér fyrir 50 ára síðan og nema það að þau eru ekki jafn svona grottaleg sko. Og kannski ekki jafn svona skömmtum. Það var fólk Það verður mikil breyting svona kringum 1960 og stóruleiti erum við á þeim sama stað í lyfjagjöfum út af... Ég ætla ekki að halda því fram. Nei, en svona stóruleiti. Sko, ég held að það hefði ekki orðið neinn bylting í þessu. Og svo eru það sko, og þessi lyf hjálpa fólki. En oft eru það þannig að þessi lyf sem eru við sem sagt, svona hlutum eins og svona geðrofi, þau hjálpa aðalega þeim sem er að neðhöndla. Hann sem er veikur, frekar en að þau sljóka
og svo framvegis. Þannig hérna það var mikil áhrif á líf viðkomandi. Já. Stundum heldur fólk, ef ég má aðeins skjóta inn, stundum heldur fólk að einkenni til dæmis geðklofa sé tiltekinn, af því að þú séð svo marga sem eru með geðklofa á þessu lyfjum og maður veltir stundum fyrir sér að býtu, eru ekki fyrst og fremst það sem við til að vera einkenni geðklofa eru raunverulega hliðaverkanir af lyfjunum. Þeir eru allir eins, það vegna þeir eru allir á sömu lyfjunum. Ég veit ekki þetta. Þetta er alveg pæling og hérna það er örugglega einhver sem myndi andmæla þessu, en þetta er eitthvað sem maður má alveg spyrja sig að. Og hérna, en það sem ég vildi bara segja er sem sagt, maður velti fyrir sér hvort að þegar að maður kemst þeirri niðurstöðu að skynheimurinn sé bara endurspegli hugarstarfið, heilin búið til skynheiminn og umheiminn, þá hérna geti truflanir á því haft gríðarlega mikil áhrif á hérna hvernig fólki líður í sínu umhverfi og svo framvegis. Það er varðandi þetta með skynjunina og hvað við gerum við hana. Er þetta ekki kannski eitthvað sem við vissum alveg fyrir? Ég ætla að taka eitt svona dæmi að eins og var ég í Afríku og þá var ég með manni sem hafði búið í Evrópu og Íslandi í 25 ár og var að koma í fyrsta skipti til síns heimalands og var að leita þorpinu sínu sem hann hafði verið í, sem vegna þess að það er svo mikla samfélagsbreytingar í Vestur-Afríku að það var eiginlega heimurinn sem hann yfirgaf fyrir 25 árum, hann var eiginlega farinn. Það er svo rosalega breytingar. En við vorum að keyra og hann var að leita þorpinu og við keyrum eftir vegi og það eru bara skógur sikkurum megin og hann er að horfa á skóginn, svo segir hann, heyrðu, stoppa núna og beygja og þá fórum við eitthvað slóða og þá rann náttúrulega fyrir manni, hann gat lesið skóginn. Já. Fyrir honum var skógurinn bara augljóst að hann var að leita tilteknu tré sem hann sá fyrir 25 árum og hann rataði beint á það. Það hefði ekki breyst. Það meina mannfélagi alltaf hefði breyst. Þá gat hann samt lesið þetta. Já, lært á umhverfið sitt og til langstíma þá. Og við erum náttúrulega hissa. Já. En að sumuleyti voru við ekkert svo hissa okkur fannst þetta eitthvað ótrúlegt. Nei. Og ég held að þetta sé ekkert eitthvað, þetta er ekki eitthvað sem að hérna, er eitthvað og sko þetta er ekki einhver hugmynd sem er einhver glæný hugmynd sem að engum hefur dottið í hug áður. En það sem við erum líka að sko, og þá erum við að tala kannski svona aðferðafræðilega innan skynjunarvísindana að fólk hefur sko verið aldrei mikið að gera sem sagt tilraunir á því að bara sýna fólki eina línu innan nokkrar og biðja þau að leita og síðan gerir það þetta aftur og svo aftur og fólk er að draga niðurstöður hvernig við skynjum heiminn út frá þessum svona snapshots sem maður geti kallað eða bara, við erum ekki með íslenskt orð en bara stillimyndum af einhverju sko og ég held að þetta sé ekki ónátæft alls ekki og þetta sé gagleg nálgun margt en ég held að við þurfum að annað sem er í þessari grein okkar er ákallum það að reyna að skilja skynjun í samhengi í tíma og rúmi og reyna að hanna rannsóknir sem að taka tillit til þessa og við erum alveg sérlega vel í stakk búin til að gera það núna vegna þess að bara á þeim tíma sem ég hef verið í fæinu þá hefur tækni framþróun bara, við getum sett upp mjög flottar tilraunir bara í sýndarveruleika sem að geta rannsakað sömu hlutina og menn voru að gera á mjög einföldum tölvum fyrir 30 ára síðan og þannig að vestu eins og fá bara stærri stjörnukíki já, stærra tæki til þess að stunda rannsóknir og soga einhverja þekkingu ágætlíking til að soga einn þekkingu já, og það er og við heldum að til þess að við getum skynjað hvernig við bara skynjum heiminn í svona veröld sem er í samhengi í tíma og rúmi þá þurfum við að hanna tilraunir sem eru sem sagt, veit að færa til að skilja það frekar en að búa til einhverjar, við erum með frumur sem eru næmar fyrir það er til frumur í heilanum sem eru næmar fyrir þessar átt aðra sem eru næmar fyrir þessar átt það eru frumur sem eru næmar fyrir rauðum það eru frumur sem eru næmar fyrir grænum og svo framvegis og það hefur verið aldrei svona
tendensin hefur verið sá sko að búa bara til eitthvað svona legókupa módel sko, þú byggir þetta bara upp smá saman sko, þú veist, þú ert með frumuna sem skynjar þennan halla og þú ert með frumuna sem skynjar þennan lit, já, heyrðu, þetta er rauð lína sem er svona, skilur við. Og það er það sem við erum að svona líka að tala inn í þessari greina, við viljum koma svona benda á rannsóknir sem að hefðu meira samhengi sem sagt. Það samhengi, sko, það er eiginlega, og við tölum þetta sem tölum mikið í þessari grein og notum mikið orðið kontekst sem alltaf bara samhengi. Og það er svona það sem að við viljum benda fólki á, þannig að þetta er bæði hugmyndafræðilegt og líka kannski svona svolítið aðferðafræðilegt argument sem við erum að gera þarna sko. Mér finnst ég skilja sömuleyti það sem þú ert að segja það er erfitt að finna núið. Ég upplifði það eins og þú sért að segja þess að við kannski teljum vera núið og það sem ræður skynjun minni í núna, að það er bæði litað af fortíð sem er það okkur fyrir framþekking og þessari áráttu heilans að vera alltaf að spá sem að ég kannski höfði frá því að við vorum dýr og þurfum bara alltaf að vera að reyna að lesa hvort það sé grókn í þessu en þannig segjum bara að einhver hendi tíðin bolta. Já. Það tekur þig nokkur 100 millisekundur að sjá þetta. Já, af því ég er búin að æfa með að grípa hann. Þetta er ekki fyrst skipti en sem grífur bolta en það tekur þig sko, þannig að þú þarft að gera það. Ég er ekki að hugsa. Og þetta gerir sko, ef þú myndir reyna að gera, já, ég þarf að gera þetta og ég þarf að grípa hana á nákvæmlega þessu augnablikki, það myndi aldrei ganga sko. Heldur þið að þú þurftir að hugsa að láta hjarta þitt slá og þá náttúrulega myndir þú gleyma þér ekkert tímann. Já, það er alveg. Við vorum dauð ef við þurftum að gera það. Já. Við getum gert margt sjálfkrafa. Já, og það er einmitt það sko. En ég veit ekki hvað heilinn stýri hjartanu, ég veit ekki. Jú, sko það er náttúrulega, í miðtaugakerfinu er búnaði sko sem að sérum það að halda þessari líkamsstarfsemi gangandi. Já, þannig að við værum við myndum geta lítið án heilans, það segja. Ok, en það er þetta með að augnablikki sé svona fortíðin er alltaf þarna, eða okkar hugmyndir að heiminum eru einhvern veginn inn í því og ræður í hvernig við upplifum augnablikið og svo er þessi svona náttúra heilans að spá fyrir framtíðina, ég skil það. Já. En á bak við alla þessa skynjun er alveg bara heilu bókasöfnin af reynslu minni og hvernig ég hef raðað henni hingað til og hvernig ég met hluti og það er náttúrulega eitt í þessu að við getum séð ákveðna hluti og við bara metum það öðruvísi af því að ég hef einhvern veginn bæði aðra reynslu en þú en ég hef kannski líka unnið öðruvísi úr tiltekinni reynslu þannig að ég óttast tygristýrið eða eitthvað en þú gerir það ekki þú færði sjokk þegar þú sér mynda mömmuðinni en ég einhvern veginn þú fara aðra tilfinningar ég tók bara dæma að því ég las það einhvers staðar í svona tilraunum að þá er eiginlega ekkert sem að veldur í aftur ríkum taugaviðbrögðum og mynda mömmu sem það svitla mest í lóunum af því að þetta er bara upprunalega autoritetið og yfirsjálfið og það bara hefur ekkert aft í lífi flestra. En mér finnst þetta svo áhugið þinn og kannski er það því að þú ert í svona grunnrannsóknum og ert að hlaða bara upp ekkert bara, hlaða upp þekkingu að þú hefur ekkert svona sérstakann áhuga á bókasafninu þarna sem að veldur því af hverju til dæmis maðurinn sem var að lýsa áðan af hverju lesan grænu trén þannig að þau eru svona ólík. Já, sko, ég ætla ekki að segja ég hafi ekki áhuga á því, þetta er bara... Ekki að hluta þínu rannsókn. Þetta er ekki, en hins vegar er fullt af fólki að rannsaka þetta, áhrif sem sagt langtíma reynslu, það er náttúrulega mikið talað um langtíma reynslu, þú veist, þú getur verið með post-traumatic stress, hvað heitir þetta? Áfallastreituröskun, einmitt, og það er eitt sko, svo getur verið með sem að veldur því að allt sem að gera eða margt sem að gerist að ég túlka það á eitthvað svona taugakerfið er í yfirsnúningi skadar mig. Já, taugakerfið er í einhverjum svona fight or flight mód fyrirgefðu ég skuli sletta svo mikið en ég vona það sleppi en að flýja eða berjast flýja eðlu heilinn í okkur já, það er eitthvað svona sem er bara það er sem sagt eitthvað sem er mjög algeng og ég hef alveg tjóðlega áhuga á því en sem sagt ég er kannski en við erum fyrst og fremst að hugsa þetta svona hvað er að gerast akkurat núna
sem sagt, en auðvitað alveg rosalega mikið og stórt rannsóknarsvið sem fæst einmitt við það bara minningar sem dæmi, bara minningar sem eru náttúrulega sem eru líka eitthvað sem við búum til í huganum og getur breyst yfir tíma. Þannig, Og þú að því þú ert í grunnrannsóknum sérhæfir þig tilteknu sviði og ert líklega að gera rannsóknir sem að þeir sem hafa kannski svona breiðari áhuga eða ekki breiðari áhuga heldur svona eru að reyna að ná breiðari mynd, gætu aldrei kafað ofan í. Nei, já, ég hugsa að... Þú fórnar hugaðinu svolítið í það að geta rannsakað þetta vel, skynjunina. Já, ég hugsa að það sé alveg rétt hjá þér að orða þetta þannig vegna þess að það er náttúrulega, aðrir eru kannski að fást frekar við applikasjón, eða að nota slíkar rannsóknir, hvort sem það er í læknisfræði, í sálfræði meðferð eða búa til alls konar hluti. Til dæmis við höfum mikið verið að stúdera það sem kallaði skynskipti. Það er að segja þegar maður missir eða fæðist án þess að vera með sjón sem dæmi. Þá er hægt að búa til búnað og við byggum til búnað, það er ekki svo langt síðan, það var með styrk frá Evrópusambandinu þar sem að við byggum samt til búnað, þar sem við tókum upp letum fólk vera með litla kvikmyndavélar á höfðinu á sér og síðan breyttum við því sem komum inn kvikmyndavélarnar í hljóð og snertiskinsupplýsingar. Þannig að við gátum gefið fólki merki, heyrðu þarna framöndan, þarna er veggur, þarna er tré, þarna er eitthvað sem getur verið í veginum og þetta getur hjálpað fólki að ganga án þess að þurfa til dæmis hvítastafinn. Ég ætlaði að nefna það, hvað er þetta eiginlega annað heldur bara ný útgáfa af hvítastafnum? Ekkert annað en ný útgáfa. Sem er náttúrulega flytur í snertiskynið það sem að... Já, og ég myndi segja að hvítastafurinn væri nákvæmlega skynskipti búnaður. Þetta er bara önnur útgáfa skynskipti búnaði. Við erum líka að, þarna erum við aftur að snertu við á hugmyndinni sem ég nefndi áðan, að heilinn býr til skynheiminn. Núna getum við þeim gefið þessu fólki upplýsingar það sem að við sem sjáum fáum bara ókeypis eiginlega í gegnum önnur skynfæri og það er alveg við höfum gert rannsóknir það sem sýna það að þetta getur hjálpað fólki og þetta getur þannig við köllum þetta að gefa blindum sín á sínum sem var náttúrulega svolítið kokki en það var samt sem áður oftar mann stundum að segja eitthvað til þess að eitthvað taki eftir manni. Þegar þú varst að lýsa þessu þá finnst mér ég skynja betur þar sem varst að segja áðan að það sem að mér fannst þú að gera lítið úr skynjuninni en mest úr heilanum. Þetta er náttúrulega dæmi það sem að ef þið tekst að flytja það sem þú sérð yfir í snertiskinn eða eitthvað annað, að það er eiginlega, ég segi ekki sönnu þess að það sýnir okkur hvað heilinn er eiginlega stæðsti hlutin af skynjuninni, eða ekki? Jú, ég myndi segja það og ég bara, og það stóð ekki til að gera lítið úr skynjuninni heldur að það sé framlag heilans sé svolítið vanmetið Þannig það er það sem að En þú værir í klínískri sálfræði, þá verður að skoða hvernig þekkingu mín getur hjálpað öðru fólki. Hugsaðu það, hvernig þessar rannsóknir sem að þið eru að gera og því náttúrulega leggja af stað með einhverju tilgátu og það sem eru með einhverjum hugmyndum hvernig það er og líklega veljið eitthvað sem að skiptir máli í því, að þekkingi skiptir máli, eða hvað? Já. Ef ég tæki ykkar rannsóknir, væri ég eitthvað betur settum eða skilja þetta? Já, það er spurningin, en ég spyr á sama hátt, er geðlæknisvísindin eða klíníska sálfræðin, eru þau á réttri leið? Ég reyndar hef tröllatrú á ýmsu í klíníska sálfræði. Ég er ekki viss að lyfjanálgunin í geðsjúkdóma sé alls kostar rétt.
þó að hún hjálpi mörgum. Þannig að við eigum að vera að leita eitthvað svona grunnþáttum í vonum að af því verði til kannski praktískari leiðir til þess að sinna veiku fólki. Já, og þarna komið sko, þú veist, ég, sem sagt, þegar ég byrjaði í sálfræði við Háskóla Íslands, lærið þar þetta mjög gott nám, reikið af vinnum mínum sem að nú eru hættir og lærði þar góð rannsóknarvinnubrögð og svo framvegis, en á sama tíma var ég að vinna á geðdeild og ég komst að því að ég hafði eiginlega meiri áhuga á því að vinna að rannsóknum á því hvernig heilin okkur vinnur frekar en að hjálpa þessu fólki en ég var hins vegar alveg sko ekki það að ég hefði rætt á móti þessu fólki heldur var bara, þetta var það sem dró mig og líka það held ég eins og við varum að tala áðan kannski getur þetta að hjálpa okkur að skilja einhverja geðsjúkdóma en ég fór síðan sko eins og margir gera sko í kjölfar BA-prófs eins og ég þá í sálfræði þá fara margir í framhaldsnám taka master í klíniskri sálfræði og veða sem bara sálfræðingar allt gott það að segja ekki spurning en ég ákvað að fara frekar svona rannsóknar rannsóknarleiðin þegar ég útskrifaðist frá HÍ 96 þá ákvað ég að ég myndi stefna til Bandaríkjanna í framhaldsnám og í skynjunarvísindum. Ég hefði orðið fyrir miklum áhrifum af kennara mín sem heitir Jörgen Pind. Hann er núna prófessor emeritus en er í fullu fjöri og reyna að gefa út bækur á íslensku og dönsku og ensku og hvað nú er. Og hann hafði rannsakað mikið heyrn og talskynjun og ég sá fyrir mér að kannski gæti verið eitthvað pláss fyrir mig í framtíðinni ef ég myndi rannsaka sjónskynjun. Og þannig ég fór fór út til Boston í doktorsnám og var þar í 5 ár og var þar bara við að vinna vinna að rannsóknum á skynjun fyrst og fremst og hafði bara mjög gaman af því og útskrifaðist þaðan árið 2002 og fékk síðan styrki til þess að halda áfram og var svona það sem kallaði nýdoktor, postdoc er það kallað á ensku í 2 ár við University College London, það var kallað Institute of Cognitive Neuroscience og þar var ég að gera svona segulómyndunar rannsóknir reyna að sjá hvað er í gangi í heilanum þegar við erum að horfa á tiltekna hluti myndamömmu og myndatekristýri já, þess vegna sko, það voru reyndar aðrir sem voru að gera þær rannsóknir en ég var að gera þessar rannsóknir sem snúa því sko að hvað gerist þegar að við erum búin að vera að fylgjast með barnin okkar á leikvellinu og af hverju og hvað gerir það verkum að athygli okkar dregst strax aftur að því sko og þetta sem þetta voru að mæla með svona þessum starfrænu segulómyndarrannsóknum hvernig heilin getur stýrt skynjun okkar út frá því hvað skiptir máli og hvað skiptir ekki máli. Já, og það er nákvæmlega skilgreiningin á athygli. Það er athyglin er sko og það er marggott sýnt sig sko að kennari minn við Harvard, hann sagði sko hann setti fram jöfnu sem sagði það að sjá er sjáanleiki einhvers sinnum athygli og ef þú athyglingar er ekki neitt ef þú manst með einhverja starffræði þá er margfaldið með 0 þá farið út 0 það er ekki en sko ég er ekki vissum að þetta sé alls kostar rétt hjá honum en þetta var svona provokativ skulum við segja og þetta er það sem við vorum að reyna að komast að því hvaða er í heilanum sem ger það verkum að athyglin beinir svona sterklega því sem og þú ert að hugsa heilan hvernig hann hefur áhrif á hvað ég sé og hvernig ég tek inn heiminn. Þú varst að segja mér þegar þú varst að vinna á Kleppi með fram BA-náminu og heilin að mér er náttúrulega hann er alltaf að reyna að túlka og hann hugsar þessa sögu
Já, og hann hefur sérst verið að vinna á Kleppi og hann hefur ekki fengið nógu mikla trú á að batteríið þar hjálpaði fólki og þetta vissulega sé. Þess vegna fór hann yfir í klíníska til þess að komast okkur grunnrannsóknum til þess að koma tilbaka á læknakerfið. Ég bara að taka dæmi það að munurinn á því sem þú ert að segja með skynjunina og við vitum að heilin svona. Hann hefur, ég geta líka tekið þess að sögu og sagt, já, hann hefur farið að vinna á Kleppi og svo var hann uppgötvað að flestir voru nú kannski meira svona Flóris Nightingale heldur en hann var kannski ekki alveg maðurinn til þess að vinna með fólki. Þannig að þú veist, við getum ímynd okkur svona sem að við erum bara miljandi að reyna að skilja heiminn. Og að því að við erum að tala, því ég nefndi náðan kosningarnir sem voru á laugardaginn, þá voru leiðtóka umræður. Þetta sem að einhver þeirra sagði gæti hafa farið á einn veginn ofan í stuðningsmannans, einhvern allt annan hátt ofan í andstæðingans. Þannig það er náttúrulega bara gömul saga ný. Og við skiljum hlutina oft í samkvæmt einhverjum fyrirfram ákveðnum kerfum. Og þau líka skildu niðurstöðu kosningarnar á ólíkan hátt eftir í... Já, og ekki það nú í fyrsta sinn held ég. Þannig að ég að velta fyrir mér því að við vitum að heilin einhvern veginn svona. Þessi munur sem að þú ert að rannsaka eiginlega fyrst og fremst skynjun í augnablikinu, hvernig fyrirfram hugsun heilans stýrið í hvað ég sé. Já, og þetta snertir voru lítið pólitík, en hins vegar þetta alveg rétt sem þú segir, að þú veist, þetta fyrir inn í einhver fyrirfram gefin kerfi sem að skynja þetta ákveðin hátt. En ég held þú veist, hvort sem þú hægri maður eða vinstri maður, þá skynjum við heiminn svona nokkurn veginn á sama hátt, bara þú veist, svona þegar við hugsum bara hvernig sjónskynjun virkar, og það er þannig að ég er og þessi fyrirframgefnu kerfi, þau eru þá á einhverju öðru stígi heldur en kannski fyrirframgefnu kerfin sem sjáum það hvernig við skiljum pólitískan áróður, Og kannski bara önnur lögmál sem að gilda þar heldur en í því sem að þú ert að rannsaka. Það er ekki þannig að sannleikurinn sem þú finnur að við getum teygt hann yfir í heila starfsefninu meira og minna. Já, það er spurning. Ég ætla ekki að útiloka það, en það er ekki það er eitthvað sem að við erum ekki komið svo langt að ég vilji fara fjöljóðan eitt það, Þú hefur verið að rannsaka heilan og í þessu ómunatæki. Já. Segulómun, verið að sprauta skuggaefni í fólk og... Það er reyndar jáenda skönnun. Já, ok, einhvern veginn getur þú séð hvað er mesta heila það sem er. Já, ég gerði þetta í Englandi. Ég hef ekki verið að gera þetta mikið eftir að koma heim, Stundum finnst manni þessar rannsóknir vera á því að maðurinn sé bara efni. Ég gæti tekið ýmislegt af því sem þú ert að segja og það er náttúrulega bara hvernig andinn, við erum með ólíkan anda og þess vegna upplifum við ég kem inn og les bara aðra merkingu í alla hluti hér. Heldur þú? Já, og þú getur leitað skýringa á því í því hvernig hvaða einhverjar trúarlegar upplifanir sem að þú áttir í morgun eða eitthvað slíkt Ég er í svona hugsað með sjálfa mig núna þessa dagana því ég er í svona bataferli frá hjartabilun og ég sveifla svolítið, ég finn það svona eftir í hvort að batin er á uppleið eða niðurleið og ég þegar ég er að hugsa það hvernig ég geti hefða lífið mínu þá hugsa ég andan. Já. Að nú er andinn minn svo daufur að ég verða eitthvað að rekta hann til þess að geta tekið líkamann áfram. Þú myndir ekki, þið finnst þetta ekki, þetta passar ekkert inn í þína sín á mannsugan. Mín sín á mannsugan er ég er náttúrulega svolítið svona, þetta er oft kallað materialismi, að ég trúi því að á endanum séum við náttúrulega bara undirseld þessum þessar efnafræði og þessum eðlisfræði lögmálum sem að við höfum töluverða þekkingu á. Ég held að við séum nú örugglega ekkert það sé ekkert öll komin til grafar hvað það varðar, En hins vegar en andinn verður sem sagt til úr þessu, þú veist, og hann svona sprettur fram. Það er til hugtak sem heitir sem er kallað emergence sem ég og mága mín höfum reyna að þýða og kallum tilkomu. Það kemur eitthvað til sem er sem sagt verður eitthvað til sem er annað og meira heldur en sem sagt
sem sagt þessar eindir, þessi atóm, þessar taugafrumur sem eru undirseldar eðlisfræði og rafmagnsfræði og efnafræði. Það verður eitthvað meira til heldur en sko er auðvelt að skýra á þessu leveli. Þess vegna leitum við skýringana á því hvernig þér líður, mér líður og getum þá talað andan. Ég get alveg talað að andin í mér, andin í Val fyrir ykkur tiltekið leik. Hann ákveðinn hátt. Man sér þetta oft í fótbolta að allt inni getur liðið orðið betra heldur en hver samanlagð geta liðsmanna. Já. Og stundu geta orðið miklu lélegri heldur en sko samanlagð geta, þannig að andin í fótboltaliði mjög sveiflóttur. Já, einmitt. Já, og sko annað dæmi sem að margir taka sko, horfum til þessum maurabú sko. Þá er að skilja maurabú, þá fer ekki tekur einn hermaur og fer svo einn rannsóknstofu og rannsakar hann eða eina þernu. Þú verður að skilja þetta allt saman í samhengi sko. Ég held að þetta snúist bara sem sagt svona stig skýringana. Levels of explanation, þannig þetta allt svo enst í hausnum á mér og það að tala anda alls ekki eitthvað sem ég hef eitthvað neitt á móti en ég hins vegar ekki sérlega trúaður á að það sé einhver andi sem að en það ekki þar með sagt að þú getur ekki sko reynt að örva andan með því að gera eitthvað til að bata ferli sko og Þannig að þú trúir á því það sem við köllum anda, kannski fólk sem svona tvíhyggju eða kannski hugsa bara að við séum ekkert annar andi, það líka til. Já. Þú getur að tala andan við okkur. Já. En þú segir að þetta sem gerist á milli maurana, á endanum munum við geta útskýrt að það með í rekja í efnisheiminn. Nei, ekki endilega. Nú, ekki endilega. Nei, vegna þess að ég held að þarna verði til eitthvað sem verður bara ekki smættað á þann hátt. Og ég held að það sé ekki þversögn að halda því fram að þetta verði ekki smættað niður á eitthvað eðlis- og efnisfræðilegu mál og halda því fram að þetta sé samt ekkert annað heldur en það. Vegna þess að sko, það verður meira til úr minna, sem sagt. Þannig lít ég á þetta. Og það bara fín lýsing á það sem fólk talar sem andan. Já. Og hvernig sem hann kemur til og ég fell enga dóma þá sem að telja að andinn komið einhverstaðar annar staðar frá. Það bara, ég ekki trúar, ég trúa bara að pólitík sko. Það ekki einu slíku sko. Það ekki. Herðu, þú ert að stunda grunnrannsóknir. Ég veit ekki, það oft þeir sem eru í því kvarta yfir því að stjórnvöld hafi sýnið í lítinn skilning. Stjórnvöld vilja frekar kannski koma til vísindamanna eins og þú og svo Árni getur ekki fundið eitthvað útrúsu með getur þú ekki reddað læsi drengjana með einhverjum hætti? Já. Eitthvað svona búið til praktískt úrlustarefni fyrir þig. Já, og sko þetta eitthvað sem pólitíkusar gjarnan vilja sko, þeir vilja geta sagt við erum búin að setja svo mörg þúsund milljónir í rannsóknir af þessu sko, en oft sko, en það gleymir sko að við þurfum að hafa grunnþekkingu á þessum ferlum til þess að skilja þetta og auðvitað, ég hef ekkert á móti því að það sé sett fjármagn í rannsóknir á lestri, drengja eða annara, eða stúlkna og hvað nú sko. Mætti gera meira af því? Já, alveg, en það má ekki vera kostnað sko, má ekki vera kostnað þessar grunnrannsóknar sem við stundum og vegna þessar grunnrannsóknar eru að þær lúta því að skilja sko bara svona grunnverkan heimsins eða heilans og eða þessar mannskepnunar og líffræðinar og allt þetta og það svo rosalega margt sem að menn hafa uppgötvað sem að og hafa komist að hvernig virkar en hafa ekki endilega fundið inn að svona það hefur ekki endilega geta fundið einhverja leið til þess að hagnýta það strax, það kemur og Sumt, sko?
Það er ábyrða til einhver grunnrannsókn sem aldrei fundist nein leið til þess að hagnýta. Nei, en ef hún er rétt, þá getur vel verið að það muni gerast. Já. Ef hún er gerð almennilega, sko. En ég meina uppáhaldsdæmi mitt, sko, er uppgötvanir sem voru gerðar svona í upphafi 20. aldar í eðlisfræði, meðan annars Einstein og fleiri. Og þessir menn sem voru svona í sumum kreðsum á hann, þeir gerðu sínar uppgötvanir. Þetta voru ekki vola praktískar uppgötvanir svona í upphafi. En síðan 1945 er þetta allt í orðinlega rosalega praktísk uppgötvun innan mjög stóra gæsalappa vegna þess að þarna er þetta nýtt til þess að sprengja Hiroshima og Nagasaki. Og stjórnmálamennir komu til vísindamanna og segi get ekki breytt þessu í sprengju fyrir okkur. Já, einmitt. Og það er þarna voru vísindamennir búin að gera uppgötvanir á því hvernig eðlisfræðilegar uppgötvanir. Einstein og fleiri skrifuðu síðan bréf til allra leiðtoga heimsins held ég að það verið það sem þeir sem sagt útskýrðu nú erum við búin að uppgötva eitthvað en þetta er gríðarlega hættulegt við þurfum að fara vel með þetta og pólitíkusarnir náttúrulega hlusta ekkert á þetta Hitler, Stalin Churchill og bandaríkjamenn og Roosevelt og Truman og svona þeir náttúrulega héldu líka sko að þetta var náttúrulega vopnakapphlaup þannig að og það fór eins og það fór. Já. Er þetta að saga það að sé betra að láta vísindamennina sjálfa að stýra því hvað er rannsakað? Ég held þetta sé bara saga mannlegt eðlið eða eitthvað, ég veit það ekki. Hryllingsstríðis. Ég veit ekki hvort það er Ég veit ekki hvort eitthvað hafi sagt það en mér finnst það svona eins og að andmæli gæti komið frá stjórnmálamönnunum það að sagt svona játni auðvitað þurfum við grunnrannsóknir en við erum bara svo lítið samfélag að við höfum kannski ekki efni á því að halda slík úti. Það er allar stórar uppgötvanir hafa verið gerðar í þessum stóru háskólum og það er bara við erum með fullt af góðum vísindamönnum. Við erum með? Já. Upp í Háskóla Íslands, bara sem dæmi, og það eru fleiri háskólar og þar eru við með menn sem eða fólk sem skarar fram úr á sínu sviði. Það er alveg ótvírætt. Það er við erum með bara og ég ætla ekki að fara að nefna neinn nöfn í þeirri að þeir eru svo margir, en þeir eru ég meina og bara dettur í hug Oculus fyrirtæki sem þeir hafa verið með Einar Stefánsson og Þorsteinn Loftsson það er bara eitt dæmi það sem er verið að hagnýta ég held að það hafi bara gengið vel ég hef ekki fylgst náið með því það er bara eitt dæmi það eru fleiri dæmi það sem slíkt það sem og hvað sem má segja til dæmis Decode þá er ótvírætt að Decode hefur þar hafa orðið til gríðarlega merkilegar rannsóknarniðurstöður hvort ef við lítum alveg fram hjá öllu öðru kringu það fyrirtæki þá er það gríðarlega öflugt líftæknifyrirtæki það er ekki spurning og hér þannig við erum með alveg slatta af góðu vísindafólki og við eigum að styrkja það er ekki spurning og við hefum ekkert að vera með minnumáttakent þar frekar við erum með þar akkurat að vera með minnumáttakent þar með að vera með svona mikið mennsku brjálega og svo mörgum öðrum sviðum sem við getum nefnt, íþróttum og Eurovision og allt þetta þannig að erum til í að eyða fullt af peningum með það. Kannski sjáum við ekki nógu vel þá sem að stunda þessar rannsóknir er kannski ekki nógu ábyrjandi. Nei og það er kannski þess sem að þessi þátturinn þín gæti komið sér vel. Að sýna eitthvað af þessum prófessorum sem er að rannsaka. Já, ég meina ég nefni Háskólann í Reykjavík sem þar fekk prófessor við Háskólann í Reykjavík fekk nýlega gríðarlega stóran styrk frá Evrópusambandinu til að rannsaka svefn og þetta er að gerast þetta fer ekki tvolega hátt í fjölmiðlum það er ætti að gera það Afreksfólk hefur verið að taka svona tungutakið úr íþróttunum. Það má alveg segja það. Mikið af því. Herðu, Árni, takk fyrir að koma hingað og reyna að útskýrta fyrir mér. Já, ég vonaði komst eitthvað áleiðis. Já, við erum náttúrulega með ólíkan heila. Já. Og þannig það er ekkert víst að ég hafi skilið þetta. Ég skilið þetta bara með mínu lagi. Já. Eins og minn heili ræður við. Já, en það er þegar það kemur að Ég mun aldrei skilja þetta með sama hætt og þú.
líkast til ekki. En hins vegar sko, þetta komst ég nú að því, þegar maður var að lesa erfiða hluti í náminu, maður þurfti að læra þá svona 10 sinnum áður en maður hafði eitthvað skilning á því, og það nú líka sagt í háskólanum að maður skilji í rauninni ekki í fagi sem fagi manns fyrir en maður kennir það. Þá fyrst fara maður að skilja það. Já. Og svo breytist ferillinn að lengst af fólk að rannsaka svona tiltekna hluti, en svo þegar menn eru komin á svona væsold menn aldurinn, að þá hafa menn svo góða yfirsýn að þá verða menn kannski að fjalla svolítið öðruvísi hluti. Það líka sem breytist innan ferilsins, alveg svo með tónlistamanna eða listamanna eða hvað sem það er munur á því. Já, og þetta er ekkit, ég til að þetta sé ekkit ósvipa því að vera rithöfundur eða tónlistamæður eða eitthvað svoleiðis, sko. Það er bara, þetta er eitthvað sem skapandi, þetta er mjög skapandi, sko, og lifir og hrærist í þessu, og þetta verður bara hvort sem það er gott eða slæmt, vinna sem verður áhugamáli. Má ég aðeins skjóta einu að því að þetta er svolítið það að heimurinn sé svolítið inn í heilanum á okkur, og heilin sé stór hluti að því hvernig við skiljum heiminn. Hver er munurinn á þessu, eða bara Wittgenstein eða eitthvað sem að segir að við lifum bara innan tungumálsins og getum ekkert farið út úr því, sem er svona úr heimspekina því að nefna það. Er eitthvað munur á þessu sem að svona þinni skynjun á heilastarfseminni, eða því sem að við hefum þekkt kannski í bráðum heila öld, svona að við heilin í krukku og allt það tal. Já. Er eitthvað munur á þessu? Sko, ég held að, þú nefndir heilin í krukkum, ég veist að alltaf mjög skemmtileg líking þar að segja þegar, hvernig getum við vita það að við séum ekki bara fórnarlamb einhvers brjálagsvísindamanns sem að tengir heilan okkar við og lætur okkur lífið krukku. Já. Og veitir okkur skynjanir. Ég held að þetta sé það er ágætis líking, og þetta er náttúrulega, þetta er nátengt því, sko. En ég held bara að sko, eins og ég held að þetta, sko, svona mér finnst þetta bara ekki vola sennilegt, en ég get ekki afsannað þetta. Og en Samuel Johnson breski svona, hvað segja, reynessansmaðurinn, hann sagði bara, Berkeley biskup haldið fram slíkri kenningu, sko, þá sagði hann bara, þetta er nú meira bölvað að kjaftaðið, og ég ætla að afsanna þetta núna, og ég ætla að dundra fætinum í hérna stein og og ég fer á spítala, og heimurinn er engin, þetta sýnir það að heimurinn er engin tálsýn, hann er þarna til, þannig er ég búin að brjóta með fótinn. Þú ætlar ekki að gera það núna? Nei, þetta er það, en ég held að þetta sé, sko, þetta er auðvitað þetta alveg rétt hjá þér, að þetta er, sem sagt, við erum ekki að starta einhverju glænýju eða neitt slóið, og þetta er ekki huga að halda því fram, en við erum bara að reyna kannski að koma með einhverja nýja nálgun á þetta. Það er okkar. Að þú segir þetta, að þá það náttúrulega hluta vísindunum er að taka þátt í einhverju eins og svona breiðu samtali. Já. Það er ekki kannski klókt að ætla að koma með eitthvað sem engum hefur dottið í hug og enginn hugsað út í áður. Það sé eiginlega klókar að taka einhvern veginn þátt í fljótinu. Já. Sem að kemur. Það er alveg rétt, og það er náttúrulega þeir sem er komið með mjög villtar og skrýtnar hugmyndir, hvort sem er réttar og rangar, þeir eiga oft undir högg að sækja. Það er alveg rétt. En ef þú kemur með brjálaði hugmynd og getur fært fyrir henni góða rök, þá er fólkara til að hlusta. En það sem ég verður að velta fyrir mér að því að sömuleyti, þetta eru þú með þína rannsóknir, en svo ert að stóru leyti líka bara í eins og samtali eða við aðra sem eru með einhverja sambarilegar rannsóknir og hugmyndir, þannig hleðst þekkingin upp. Já. Alveg, þetta er nákvæmlega svona. Og þetta er eitthvað, þú veist, maður á samskipti við kollegana á ráðstefnum eða bara yfir internetið núna og svo framvegis, og við gerum saman rannsóknir, og þetta er eitthvað sem að þess vegna eru þessar ráðstefnir svona ráðstefnir svo mikilvægar, sko, því að þá kemur fólk saman og kemst ofta einhverju sameiginlegri niðurstöðu, læri hvort öðru og svo framvegis. Þannig að þú hefur trúað því að fólk
hugsi í samtali við aðra. Já, ég segi, já. Aðferð við að hugsa. Það aðferð við að hugsa, það einmitt það. Og það að hugsa er ekki bara það að hugsa, það að gera líka. Já. Það líka að gera, þú veist, þegar þú lærir að hjóla, þá heilin á þér að vinna alveg á fullu, en líkaminn líka. Og annað sem ég segi nemyndum mínu oft að þú hlustar á mig í fyrirlestri og þú lest bókina, en aðalprófið þegar þú reynir að útskýra þetta fyrir annarkvort félaginu í náminu eða mömmu hennar pappa eða eitthvað, þú ætti að reyna að koma þessi í orð, af því að þú getur þú getur þekkt þetta á prófi, já þarna verður að spyrja þetta og svo framvegis, og þú getur einhvern veginn komið því frá þér kannski á prófi eða í krossaprófi jafnvel, en síðan þegar þú ætlar að reyna að útskýra þetta almennilega, þá getur þú komast í vandræði, og það það sem oft höfuverkur vísindamanna líka, að útskýra og koma sínum hugmyndum á framfæri. Það er mjög erfitt. Það næstu jafn erfitt og að endursegja brandara sem að heyrði í gær. Maður verður að... Já. Það eitt að hlæja að ykkur brandara, en það svolítið annað að endursegja hann. Heldur betur. Þú þarft að skilja hann, dýpri skilningi. Já. Annars endur að segja eins og hann sagði það. Já. Þú hefði þurft að vera þarna. Já, til þess að skilja það. Það gaman að fá þig hingað á því. Takk hérlega. Takk hérlega fyrir að leiða mér að koma. Ég er gaman að þessu. Herðu, eins og ég sagði í upphafi að þá svona hugmyndunum að fá fleiri vísindamenn að borðinu. Þrautin svo að þeir reyna að útskýra sína rannsóknir, reyna að berja það inn í hausnum á mér og ef þeim tekst það þá verður það ábíla ágætis útvarpsefni, þá einhver hann úti sem að skilur það, eða allir hann úti sem að skilja það, eða við að skilja það. En við ætlum að halda frá Rauðaborði, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kafli eftir augnablik. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is